Hace 20 años, Magnus Scheving apostó con su mejor amigo que tendría éxito en lo que eligiera. Este carpintero que ganaba $100 a la semana, hoy es una estrella internacional de la televisión y dueño de un imperio del entretenimiento. Scheving es un superhéroe de la vida real. Tiene una vestimenta para la oficina y otra para su alter ego. Él es Sportacus, idolatrado por los niños y héroe de los padres en todo el mundo. Su show televisivo Lazy Town es visto en 109 países y lo siguen más de 40 millones de niños. Magnus creció con su hermano y hermana en un pueblo remoto en Islandia. Siempre fue muy deportivo. Þetta pósthús bæjarins. Ekki allir höfðu síma í þessum bæ og þannig að menn hringdu hingað og það var kallað út gluggann þegar það þurfti að fá einhvern til þess að sækja viðkomandi í símann. Og ég átti heima þarna og var að leika mér hérna í nágrenninu, hljópaði hratt á við gat, fékk svona miða, átti að ná í viðkomandi aðila í símann. Og hann átti heima hérna kannski einhvers staðar í burtu, þetta voru kannski 3 kilometrar upp í 6 kilometrar og ég gerði þetta frá 5 ára aldri til 9 ára aldurs, hljópi hérna allan bæinn og náði fólki í símann. Og hérna eiginlega fékk ég minn fyrsta pening og fekk svo borgað þegar ég kom tilbaka. Magnus se capacitó como carpintero y soñaba con ser arquitecto. Pero a los 20 años, una apuesta con un amigo cambió su vida para siempre. Magnus Scheving nunca pensó que sería una superestrella mundial y dueño de una compañía televisiva con ganancias millonarias. Pero una conversación con un amigo cambió su vida para siempre. Þú fær 3 ár til þess að ná árangri í íþrótt en reglurnar þeir megum ekkert vita neitt íþróttina. Svo við fórum smá veðmál og ég valdi fyrir hann biljart og hann valdi fyrir mig aeróbic. El aerobismo era perfecto para Scheving, que mide 1,73 m. Se especializó en gimnasia, representó a Islandia y ganó los campeonatos europeos de 1994 y 1995. Magnus ganó la apuesta, pero su éxito no terminó ahí. Ég reyndar svo lítill, ég get átti staðið fyrir aftan svona pontu, en ég hoppa ágætlega þannig að þið getur séð mig. Magnus se convirtió en orador motivacional. Visitó más de 50 países en 15 años y transmitió sus ideas a miles de personas. Sin darse cuenta, sentaba los fundamentos para Lazy Town. Ég var búinn að ferðast kringum heiminn aðeins og ég sá að það var ekki til neina fyrirmyndir fyrir heilbrigði fyrir börn. Og það eins og bara hvernig gerur efni sem hefur einhvers konar value fyrir börn bara entertaining, það bara hægt, bara það sé skemmtilegt og heilsu. Og það var svona áskorun og ég ákvað að skrifa bók. El libro fue un bestseller y hubo mucho más, pero el gran salto llegó con el lanzamiento de su serie televisiva. Lazy Town se divulga en todo el mundo en 18 idiomas. 40 millones de niños miran el programa. Su mundo enérgico, vibrante y colorido entusiasma a chicos de todas partes. Como Sportacus, Scheving logró el éxito alentando a los niños a estar en forma para la vida. Ég held að Latibar sé svona búin að ná svona miklu vinsældum af því að við meinum það sem við segjum. Ég held að við erum ekki að feika það Ég virkilega gaman eins að gera, við kompromissum aldrei fyrir börn, við leggjum 100% á okkur fyrir að gera þetta eins vel og við getum og þessum held ég að það árangur. La compañía de producción de Lazy Town es dirigida por un equipo encabezado por Magnus y Ragen Heidur, su esposa desde hace 17 años. Ella se aseguró de conservar todos los derechos internacionales de Lazy Town.
En la actualidad, millones de juguetes, DVDs, indumentaria y otros productos desaparecen de los estantes cada año. Ég myndi segja að sko, mín stærsta hjálp sem ég fékk var það að kona mín var fyrir aftan mig, eða við hliðina á mér, eða fyrir framan mig, það eftir hvernig hún lítur á það. Af því hún sá fjármálin og ég gat unnið og hún eiginlega hnýtti allan hnútana. Se invirtieron millones de dólares en los estudios televisivos para Lazy Towns cerca de Reykjavik. Todo el show se hace aquí con un equipo de 160 personas. Cada episodio de media hora cuesta $800,000, 4 veces más que lo habitual. Skeving no escatima en buscar la perfección. Yeah. Isn't it too much black smoke here? Well, don't you think it's too much black? What do you think about that? It will push up a little bit, the color correction, because the color correction always pushes it up a little bit. Það tók mig 10 ár að þróa latabæja áður í seldan út í heimi og ég prófaði aftur og aftur, æfði mig. Og þegar ég var komið allan pakkan, þá var hann tilbúinn til þess að fara út. Ég held að latabæja hafi gert heimavinna sína, meina það sem hann segir og gera það vel. Aunque ahora Magnus podría vivir donde quisiera, su familia y él eligieron vivir en una casa modesta que construyó hace 12 años. Þetta eiginlega mjög sérstakt hús fyrir mig og fjölskylduna. Vegna þess að við byggðum allt saman sjálf. Ég byggði til dæmis þessa skápa á jólunum með vinni mínum og byggði hurðarnar, allt saman, súlurnar, við máluðum þetta og loftinn og eiginlega allt húsið. Gólfefnið var sett hérna niður og vegna þess að ég var að vinna fullan vinnudag þá hafði ég ekki mikinn tíma og þannig að eini tími sem ég hafði var á 10 á kvöldin til 2 á nóttinni. Þá var ég bara að smíða hérna og þetta var svona þægilegt fyrir mig vegna þess að ég var að vinna það mikið að koma hingað var svona eins og afslöppun. Þannig að þetta hús hefur svona sál fyrir mig og mína fjölskyldu. Y al igual que Sportacus, Skeving no puede quedarse quieto. Ég hef alltaf verið mjög svona aktífur og svona fysikal og gat aldrei verið kýr og alltaf að hreyfa mig. Auðvitað maður að eldast og þar af leiðandi erfiðar að leika í Sportacus. Hann er svona slightly above superhero. Og þá það þannig að ég þarf að æfa mig til þess að geta haldið uppi að bara hreinlega geta leikið. A Magnus le encantan los autos. Es dueño de un Porsche Carrera 4, un Triumph TR4 y un Land Cruiser. Lo que más valora es la precisión hecha a diseño. Ég mjög veikur fyrir svona bílum og fá að skoða bíla og setjast upp í bíla og það er svona minn veikleiki. Og ég elska svona litla dítela eins og ég segi við starfsfólkið mitt, be more specific, bara aftur og aftur, verstu nákvæmari og nákvæmari. Ég elska smáatriði. Og dreymdi eignast Porsche bara frá því ég var bara svona lítill strákur. Magnus Skeving antepone la filosofía del show a las ganancias. Mientras las cámaras filman otro episodio de Lazy Town y el dinero entra a granel, Skeving no tiene tiempo para gastarlo. Ég fer ekkert oft í banka, eða bara eins sjaldan og ég mögulega gera. Ég skaffa mér svona vasapenning bara sjálfur og reyna að eyða eins lítið af penningum og ég mögulega gera. Sumir hafa spurt mig hvort ég sé ríkur og ég myndi segja að ég væri einn ríkasti maður í heimi. Hreinlega út af því að ég að gera eitthvað sem ég hef óbærslega gaman af og ég kannski á móti fyrir heiminn og ég sé breytingar og bara sent frá fólki að það hefur breytt lífið þeirra, haft áhrif á þeirra líf. Þegar myndi ég segja að Latibær og ég persónulega eru bara þetta ríkasta félag í heimi og ég er einn ríkasti maður í heimi. Þannig að ef ég myndi missa alla mína peninga væri ég ennþá ríkur.